Góðan dag, kæru áhörundur, verið velkomin í spjallið með Frosta Logasinni. Viðmælandi minn í dag Hermann Guðmundsson, framkvæmdastjóri og mikill sjálfstæðismaður. Við ætlum að ræða pólitíkina og svona feril hans í viðskiptum líka. En áður en gerum það, þá vil ég biðja ykkur endilega að fylgja okkur. Broadcast á öllum helstu samfélagsmiðlum, Facebook, Instagram, x.com og á YouTube. Endilega gerir subscribe þar og þá fáið alltaf meldingu þegar við sendum frá okkur viðtölum. Við erum að framleiða ógrynniða viðtölum í hverju einustu viku. En vindum okkur þá í viðtalið við Hermann Guðmundsson. Hermann Guðmundsson, verður velkomin til minni spjallið. Kæra þakkir. Við erum Facebook-vinir, búin að vera í einhver tíma og ég hef bara tekið eftir því. Þú ert mjög duglegur að tjáðu samfélagsmál á Facebook og þannig að ég hef allavega verið hrifinn af mörgu sem þú skrifar. Já, takk fyrir það. Og við erum greinilega svona að hugsa hlutina nokkuð svipað. En svona til að kynna það eins, þú ert forstjóri fyrirtækis sem heitir Kemi. Já, ég kalla mig nú framkvæmdastjóra. Starfið forstjóri í mínum huga ber það með sér að maður sé með einhverja framkvæmdastjóra sem undirmenn, en það er ekki þannig. Nei, okay. Þannig ég er framkvæmdastjóri Kemi, var hins vegar forstjóri hjá N1 í tæp 7 ár og var þar með margar framkvæmdastjóra við hliðina á mér og var mjög skemmtileg starf. Ok, og ég sem ungur maður, mér finnst ég alltaf bara að vera tvítugur, þá ég alltaf með svona smá fókus og áhuga á hvaða leið menn hafa farið í lífinu til þess að komast á þann stað sem í dag. Geturðu svona hlaupið aðeins yfir þína sögu, bara þegar við byrjum í framhaldsskólanum, í hvaða framhaldsskóla varstu? Ég forðaði svona skólagöngu eins og ég gat. Já, það. Ég fátækt barn úr Breiðholtinu, þar sem að móðir mín misti föður okkar þegar ég 15 ára gamall. Nú. Og þannig að hún var ekkja með 3 börn og þurfti að hafa mikið fyrir lífinu og í dag 91 árs og alveg eldhress og enn að hamast við að borga skatta í samfélagið og býr bara heima og Er hún hvað, 33 módel? Já, hún 33 módel. Hún ólst upp á moldagólfi og búin að sjá ýmislegt í íslensku samfélagi. Já, ég skal trúa því. En hvernig mist hún sinn mann, föður ykkur? Hann var með hjartagalla sem að læknar á þessum tíma treystu sér ekki til að laga. Hefði verið laga með lítilli fyrirhöfn í dag. Þannig að hjarta í honum gafst bara upp þegar hann var þetta ungur og hann fellur frá. Og þú ert 15 ára gamall? Ég er 15 ára gamall. Það er viðkvæmur aldur. Já, var einmitt að klára 10. bekk og velta fyrir mig framtíðinni og skráði mig í Fjölbraut í Breiðholti og fannst það ævintýralega leiðilegu staður. Já. Og hætti eftir nokkra mánuði og vinur mér reddaði mér samningi á Hótel Holti til að fara að læra þjónin. Já. Sem mér fannst alveg stórskemmtilegt starf og var í því nærri 7 ár. Okay. Og þjónustaði á þessum árum allt fremsta fólk á Íslandi, bæði í pólitík og viðskiptum. Á Hótel Holti, sér? Á Hótel Holti, sem var þá restaurant nummer 1 á Íslandi ásamt grillunni og sögu. Einmitt. Og frábær skóli fyrir lífið. Læri svo mikið í þessu starfi að lesa fólk og lesa aðstæður og læra á karaktera og þetta áttaði á 10 sekúndum hvort það borði vill eitthvað léttan og skemmtilegan þjón eða hvort það vill formfastan og stífan og svona agaðan þjón og þannig að það mjög margt sem hún lærir í þessu starfi og líka hvernig menn geta hlaupið upp yfir litlu og hvernig á að ná þeim niður og ýmislegt. Og þú hitt, eins og þú segir, mörg fyrirmenni á þessum tíma? Var að vinna með frábærum hópi. Skúli Hansen var kannski frægastur af þeim í eldhúsinu og svo margir aðrir sem hafa verið mjög lengi í stéttinni en þarna var maður að þjónusta á alla helstu heildsala bæjarins og stjórnmálamenn og ráðherra og fyrir fólk. Þarna var mikið ríkisstjórnarveislur í Þingholti sem hliðarsalur við Holtið og þarna sá maður menn bæði verða að verri mönnum og betri eftir því hvernig þeir neittu áfengis á þessum tíma. Já. Og hvert liggur leiðin eftir þjónin á Hótel Holti? Þá fer ég í sölumennsku, ég bauðst að fara að selja matvörur eins og þessu algengt fyrir bæði kokka og þjóna að fara að selja matvörur. Fór að vinna hjá Millunni og var þar í nærri 3 ár. Og var að selja brauð og kökur og það allt saman. Hafði mjög gaman að því, fór þaðan yfir í skipadeild sambandsins sem þá var. Hún var að stækka mjög hratt, hafskip nýfarið á hausinn og skipadeild sambandsins var á hundavaði að hafa undan eftirspurninni. Það voru margir sem vildu á þessum tíma ekki vesla við Eimskip út á sögunni.
og var í söludeildinni þar í nærri 4 ár, frábærum hópi og miklum uppgangstíma og skipadeildin nú breytt í Samskip á þessum árum og svona breytingaferli, skemmtilegt. Mitt. Og ég bjó í Hafnarfirði á þessum árum og svo bauðst mér vinna í heildsölu í Hafnarfirði 89 líklega. Og við að selja verkfæri og bolt og skrúur og ýmislegt svoleiðis dótar í og ég fór í þá vinnu að því að var þægilegt, rétt hjá heima og allt það. Og var þar í tæp 4 ár og þá var það einn vinur minn þar sem ég var að vinna með sem að vildi endilega við færum út í eigin rekstur. Og nú leist þannig á að við varum svona konur eitthvað endastað þar sem við vorum. Og hann vildi láta til sín taka og hvatti okkur í þetta og það varð úr að við skelltum okkur í eigin rekstur, þannig að í ágúst 94 þá fer ég í fyrsta skipti í eigin rekstur og hef verið eiginlega stanslaus síðan í atvinnurekstri. Og hvað var þetta sem þú byrjaði að reka þarna 94? Það var lítil heildsala sem fekk nafni Slípuvörur og verkfæri og hún var að selja nákvæmlega þær vörur sem að nafni sagði. Já. Við notuðum skiptilíkil sem logoðuð okkar sem var dálítið frægt og snemma þekkt og við keyrðum bara hring eftir hringum landið og ég fór hringveginn í hverjum einasta mánuði og heimsótti hvern einasta fjörð og bæ og við vorum að selja okkar ekstra vörur. Já. Og vorum 1 og 2 stráka í vinnu í bænum sem voru þá að hjálpa okkur að senda vörurnar út á land og taka upp sendingar sem voru að koma utan og svo framvegis. Og þetta vel? Já, þetta gekk vel. Þetta fekk strax góðar móttökur og á öðru ári voru við orðnir stærri í umsögum heldur en vinnustafana sem við fórum frá og eftir 5 ár voru við orðnir nokkuð stöndugir að okkur fannst. Það var náttúrulega ofmat í sjálfu sér en förum í það á samt fleiri aðilum að bjóða í fyrirtæki í Bílanust sem að þá var til sölu. Já. Og við kaupum 1/4 í því félagi og komum að rekstrinum. Hvaða árið það segirðu? Þetta er 99. Þetta er í ágúst 99 og akkurat á 5 ára afmæli okkar. Og svo 2002 þá var búið að vera mikil erfiðleikar. Það var .com-bólan sprakk 2001 og alls konar erfiðleikar í íslensku atvinnulífi, krónan gaf eftir og allt þetta. Og Bílanust var komið á svona hættu slóðir með reksturinn og ég var beðinn að taka við reksturinnum sjálfur. Ég hafði átt upptökin af því að fara í þessu kaup. Og við gerðum það samkomulag að ég sameinaði reksturinn minn inn í Bílanust á þessum tíma. Fékk þannig 15 manns með mér sem vissu hvernig ég vildi vinna og hvaða hugafari ég vildi hafa. Og það tók okkur svona 12 til 18 mánuði að rétta reksturinn við og gera bara gott fyrirtæki enn betra á þessum tíma. Já, man eftir Bílanust á þessum árum. Það var uppgangur þarna. Mikill, já. Akkurat. Og svo lendi ég í því að engarnir sem voru hluthafi með mér í Bílanust, þeir gera tilboð í olíufélagið og kaupa olíufélagið á ársbyrjun 2006 og aftur var ég beðinn að taka við þeim rekstri. Við reyndum að manna forstjórastólinn þar, höfðum engan sérstakan áhuga á því að samþætta þessa starfsemi sem við vorum í, við olíufélagið. En okkur tókst ekki að finna rétta manninn og á þeim stutta tíma sem við höfðum og Bjarni Benediktsson bað mig að taka við olíufélaginu, allavega tímabundið og meðan að... Já, hann var þá í stjórn. Hann var þá stjórnarformaður og það verður úr og við gátum þá manna stólinn í Bílanusti með starfsfólki sem var til staðar og þannig í 27. febrúar 2006 er ég orðinn forstjóri olíufélagsins. Já. Sem verður það enn einum síðar. Sem verður síðan enn einum 13. apríl 2007. Já. Þetta er gríðarlega áhugaverð saga. Hún er óvennileg og eins og ég sagði, ég hafði forðað skólagöngu eins og ég gat í langan tíma. Fer þá í háskóla í Barcelona 2003 í svona stjórnendanám. Já. Sem tók 1 ár og sem sagt ég var að vinna með, þannig að maður flaug á milli og var svona intensífir kúrsar og það gaf mér mikið og það var mjög gagnlegt. Og ég fór 3-4 sinnum eftir að ég kláraði það nám í svona framhaldsnámskeið og diplómanám og þetta auðvitað bæti mann allt saman. Já. En ég leiði mér að fara aðeins aftur tilbaka og vera svona smá á persónulegu nótunum þegar þú ert 15 ára og missir pappa hvernig áhrif hafði það á þig heldurðu, svona þú lítið tilbaka?
Sko, ég fattaði það svona 10 árum setna, Mhm. hversu mikil áhrif það hafði. Einmitt. Maður hafði í rauninni sko mist svolítið fótana, Mhm. maður hafði ekki neitt til að leita til Mhm. og það var enginn sem steig inn í það rými, þú veist, stundum það þannig að það koma frændur eða frængur og Já. stíga inn í þessi rými og styðja við, það gerðist ekki og þannig maður var svolítið bara að ala sjálfan sig upp Já. og maður misti svolítið slóðina og ég tók alveg fullt af vondum ákvörðunum á þessum árum Mhm. sem að maður hefði ekki gert með góðri leiðsögn og það má eiginlega segja að maður sé svona á einhverjum villigötum alveg svona fram til 25 ára aldurs eitthvað svoleiðis. Einmitt. Já. Og þetta allt þetta bara, þú veist, að skila fyrstu skattaskýslunni sinni eða eigna sínu fyrstu Já, íbúð, þú veist ekki með pappa en til þess Nei, nei. að leiðbeina þér í getum það. Nei. Nei. Nei, og engan svona til þess að skamma mann og aga mann sko þegar maður var í einhverju rugli sko. Nei. Ég hafði nú aldrei sko reykt og drukkið þannig að það var ekki vandamáli. Þetta voru miklu meira bara svona hvaða félagskap maður var að velja sér og hvernig vinnu og vinnutíma og svona leggja fyrir og undirbúa framtíðina sko. Maður bara slefti því öllu. Já, einmitt. Aldrei sko. En þú hefur samt sem áður komist svona nokkuð vel út úr þessu. Það eru margir já. sem að bara missa fótana algjörlega við svona missi og kannski ná sér aldrei. Það var bara, já, það er nú eiginlega svolítið skemmtileg saga sko, af því að það var moment sem að var til þess sko. Mhm. Það var þannig að það voru 2 vinir mínir sem voru þá 50. Báðir höfðu hætt að drekka 20 árum áður, höfðu verið alkoholistar, Já. mjög virkir. Mm. Og þeim langaði að ferðast til Asju, vildu fara til Thailands í fyrstu ferðina og treystu sér ekki einir, voru ekki mælandi á enska tungu Mhm. og báðum að koma með sér. Þeir skildu greiða fyrir mig alla ferðina og ég fengi einhverja ferðadagpenninga ofan í kaupið og ég myndi sjá að túlka og passa upp á það og þannig að það er ekkert vesen. Já. Veitu þá er hvað gamall að þér? Þannig er ég 26 ára gamall. Já. Og fyrir unga mann sem hafði aldrei farið lengra en til London sko, þá var þetta náttúrulega mikið ævintýri og þetta var tilbúð sem að ég var til í að taka. Ég var þá nýbúin að kynnast konu minni og þetta var nú svona smá samningar sko að fá þetta í gegn. Já. Já, við ætlum að vera 5 vikur Já. og yfir jól og áramót Já. og þeir völdu mig að því að þeir vissu að ég drakk ekki áfengi. Þannig að ég er þá ágætis félagskapur með 2 alkoholistum. Og úr verður frábær ferð, þar sem við vorum í 5 vikur í Tælandi og ferðumst þarna svolítið landið og skoðum og vorum svo inn á milli á baðströndum að hvíla okkur og við notuðum þennan tíma, eða ég held að þeir hafi svolítið notað þennan tíma sko til þess að reyna að koma mér á beinubrautina sko í lífum. Já. Þeim fannst ég hafa mikla hæfileika og ég væri að fara illa með þá. Og kvöldin fóru svolítið í það að tala um lífið og tilvöruna sko. Já. Og hvernig það væri leiðsögn þar mikla leiðsögn sko. Og svona punktarnir voru þeir svolítið að það er ekkert fastrak í gegnum lífið. Þú verður bara að byrja að vinna og leggja fyrir og skapa þinn grundvöld sjálfur, það gerir þetta ekki fyrir þig. Ef þú teim í sófa þá er enginn að dingla bjöllunni og bjóða penning, það er ekki þannig. Nákvæmlega. Það þarf að fara út og veiða. Já. Og ég kom heim bara allur annar maður sko í hugafari. Hvaða góðu kallar voru þetta? Finnbogi Guðmarsson heitir annar og hinn heitir Gylfi Ingason og er matreiðslumestari. Og þetta voru mínir mentorar sko. Já. Gaman að heyra svona. Já, þeir höfðu báðir verið mentorar hjá S.A.A. Þeir eru sem sagt leiðbeinendur þar og tekið að sér fólk í vanda og svo framvegis. Og hefur þú þá aldrei drukkið það? Það gerðist eiginlega bara fyrir 2 árum að ég fekk mér fyrsta vinglasið. Nú er það, já? Já. Ok. Og en ég get ekki sagt ég hafi orðið ölvaður. Nei. En svona rauðvinsglas með matnum eða hvítvinsglas með matnum, ég geri það í dag. Já. En hafði aldrei gert. Ég var 60 þegar ég byrjaði. Merkilegt. Já. Já, hér. Herðu en, já, þetta er gaman að heyra þessa sögu og ég heyri nú svona alveg hugst hvernig og sé hvernig þú skrifar svona hvað lífssýn þín liggur í dag og við förum ekkert leint með það. Ég meina, þú skrifar allavega þannig að þú ert eindreginn stuðningsmaður Sjálfstæðisflokksins. Já, ég hef verið það í 25 ár. Já, og núna er útlitið frekar svart fyrir sjálfstæðismenn á Íslandi. Það er eiginlega aldrei verið svartara.
Ekki ef við mælum það í skoðanakönnunum. Nei, ég fylgi. Þá er lítið fylgi og mér finnst það dálítið sérstakt, mér finnst það svolítið skrítið. Og maður hugsa til þess að núna eru 15 ár síðan að bankahrunið átt sér stað á Íslandi og þá fekk Sjálfstæðisflokkurinn líka mikla útreið og Samfylkingin sem var með honum í þeirri ríkisstjórn, fekk líka slaka kosningu. En við fengum í framhaldi af því einhverja vestur ríkisstjórn allra tíma að mínum mati, við fengum Vinstri græna og Samfylkinguna til þess að taka við og þar var pólitískt kapital Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingríms J sem að réð þeim úrslitum að mestu leyti. Nú þau auðvitað kláruðu þetta kapital alveg og flokkarnir hafa varla borið sér bara síðan í sama mæli og þá var. Og nú er aftur svona smá kreppa búin að vera sem að stýrivextir fóru of hátt að mínum mati og hafa verið of háir of lengi. Og það er dálítið verið að refsa að mínum mati Sjálfstæðisflokknum fyrir það að hafa verið í ríkisstjórn þar sem Vinstri grænir höfðu fórustuna í allt og langan tíma. Já. Og allt og mikið af þeim málefnum sem að flokkurinn er þekktastu fyrir sátu á hakanum og náðu ekki fram að ganga. Aðeins aftur að bakka þarna því að þú ert í fyrirtækjarekstri og svona þegar að þessi tími, til dæmis að Davíð Oddsson tekur við 1991 og svo aftur náttúrulega í einkavæðingu bankana 2002-2003 þá ert þú í fyrirtækjarekstri og þarna er samfélagið að breytast rosalega mikið. Þú væntanlega svona frá fyrstu hendi getur borið þess vitni að þetta hafi verið jákvæða breytingar fyrir bara fyrir þá sem stóðu í rekstri smárra og meðalstóra fyrirtækja á þessum tíma eða hvað? Jú, það er engin spurning Það verður kreppa þarna 92-3 og svona 94 er byrjað aðeins að rísa landið aftur og það má segja að dotcom bólan var ekkit mjög alvarleg á Íslandi en það var auðvitað eitthvað fólki sem að tapaði peningum en ekki landið fór ekki alveg á hliðina, krónan gaf svolítið eftir en það tekur við þarna næri 15 ára tímabil hagvaxtar og efnahagslegra bætinga hjá þjóðinni, mjög mikil breyting. Frelsun bankakerfisins úr ríkisrekstri var stór þáttur í því. Allt í einu gátu fyrirtæki eins og mitt sem höfðu engin pólitísk tengsl, fengi bara almenna fyrirgreiðslu á eðlilegu nótum gegn tryggingum og svo framvegis. Svo voru alls konar aðrar einkavæðingar á þessum ríkisfyrirtæki sem voru seld og svona. Já, meira frelsi og svona þannig að við sem vorum svona í smáfyrirtækjarekstri, við fundum alveg til okkar að það var meira af tækifærum og hagkerfið var að vaxa og það var kaupmáttaraukning og fólki bara leið betur og það var ágætis ró yfir vinnumarkanum, Einar Oddur, Bjargvætturinn og Guðmundur Jaki og fleiri bjuggu til stöðuleika á vinnumarkaði og það voru þessi helstu hráefni sem þarf í góða hagsæld til staðar. Það var pólitísk festa í landinu. Ríkisfjármálinu voru örugum höndum, Friðrik Sófusson var eftirminnilegur fjármálaráðherra, var mjög traustur, seldi mikið af ríkisfyrirtækjum og hætti taprekstri á mörgum þeirra líka sem höfðu verið að draga niður ríkissjóð. Þannig að það var mjög mikill hagvöxtur, við vitum auðvitað hvernig síðan alþjóðlega bankakreppan fór með landið, það var mjög alvarlegt en við vorum mjög fljóta að jafna okkur á því. Þannig að þegar að vinstristjórnin fór frá völdum 2013 þá byrjaði landið að rísa. Og nú erum við búin að vera 11 ár í stöðu kaupmáttaraukningu og hagvexti. Þannig að aðstæður hafa verið góðar. Mér finnst líka og þetta hrósa vinnumarkaðnum, hann hefur verið skynsamur að mestu leyti. Ég held að kjarasamningarnir núna síðast hafa verið eitt farsælasta skrefið sem við gátum stigið, mjög skynsamlegt. Og við erum vonandi að uppskera það núna með lækkun vaxta og góðum kjörum fyrir alla. Já, en það er eins og þú segir og ég held að það sé alveg rétt hjá þér að það er augljóslega Sjálfstæðisflokkurinn er að gjalda það dýru verði að hafa verið of lengi í þessu stjórnarsamstarfi. Ég hefði nú haldið samt að myndi fá svona eitthvað kredit fyrir það að hafa slitið stjórnarsamstarfinu á þessum tímapunkti sem að það var gert af því að þetta var áhætta sem var að taka og mann fannst þetta að vera svona típisk áhætta sem maður myndi vaksa á, gæti grætt á þessu en það er ekki að sjá. Það er bara eins og... Það er ekki að sjá, ekki ennþá. Maður svona
bindu vonir við það að þessi stóri hópur sem gefur sig ekki upp í könnunum og verðist ekki vera búin að gera upp hug sinn, vilji sjá þessa kosningabaráttu allt til enda áður en hann tekur ákvörðun. Og ég held að ef að menn svona vilja skoða Íslandssöguna og sögu Sjálfstæðisflokksins og hversu miklum árangri hann hefur náð fyrir þjóðina, þá á hann skilið að fá annað tækifæri. Ef hann fær það ekki, þá fer hann bara út í stjórnarandstöðu og næri vopnu sínu þar. Og það verður þá bara gaman að sjá aðra flokka glíma við landsmálin. Ég hef engar stórar áhyggjur, en það mun allt fara vel. Þess að hráefnið svo gott í kökunni sem við erum með. Við erum með svo mikla verðmætasköpun í þessu landi. Að það enginn að fara að klúra því alvarlega. Já, en útlit fyrir núna, sko, Viðreisn jafnvel stærsti flokkurinn og Samfylkingin, eða þessar hreyfingar skipta því svona á milli sín, milli daga í könnunum. Og þau ná ekki hreinum, eða þau ná ekki sko tveggja stjórna meirihluta en svona gæti jafnvel klórað upp í það ef að mörg atkvæði falla dauð og svo framvegis. Og svo menn að tala bara, að þetta stjórn Viðreisnar, Samfylkingar og jafnvel Pírata. Þú ert samt svona bjartsýnn að eðlisfæri og segir þetta fara allt vel á endanum, en hvernig myndirðu spá, hvað sæjurðu fyrir þér að myndi gerast ef við fengjum til dæmis þessa stjórn, Viðreisn, Samfylkingu og Pírata núna í 4 ár? Ég nú vona það ennþá að Pírata mun ekki komast inn á þing. Ég held að ef að bæði Vinstri grænir og Pírata dett út af þingi að þá verður þessi kosningabarátta ekki til einskis. Já, það raun og veru, ég get að segja bara við ættum öll að vera bara á bæn og biðja til Guðs að svo fari. Að mörgu leyti, sko. Mér finnst það að vera gríðalegt ógagn í þessum flokkum þegar að maður horfir á efnahagsmálin og framfarir í landinu. Þetta fólk sem hefur ekki verið að leggja mikið jákvætt til uppbyggingar á Íslandi. Þannig að við fáum ríkisstjórn Viðreisnar, Samfylkingar og Framsóknar eða flokk fólksins sem að ég held að fái góða kosningu, þá kvíði ég því ekkert. Þarna innan hús fólk sem að hefur alveg vit á fjármálum og landsmálum og ríkisfjármálum og öllu þessu. Þannig ég held að við séum ekkert að fara að lenda í einum katastrófum. Nei. Já, ég meina, hún greinilega eldklár hagfræðingur, hún Kristrún Frostadóttir. Já. Og hefur náttúrulega það má hrósa henni fyrir það að hún hefur bjargað Samfylkingunni frá svona miklu verri stað heldur hún er á núna, en það samt, það eru þarna í kortunum skattahækkanir, meiri ríkisútgjöld og það eitthvað sem við hljótum að vera sammála að ekki gott meðal fyrir þjóðina. Já, ég held að það sé almennt ekki góða meðali fyrir neins samfélög. En ef að Viðreisn ætlar að halda einhverjum trúveruleika og þykjast vera hægriflokkur og allt það, þá verður viðspyrna þar, það verður líka viðspyrna í þinginu. Eitt að hafa plan, annað að framkoma það og það að vera með allar þær væntingar sem Kristrún með á bakinu í dag, að þá mjög mikið að ganga eftir til þess að hún verði með þær væntingar áfram eftir 2 ár. Við vitum svolítið hvernig þetta á Íslandi. Fólk kemur inn með hreina skjöld og allir hafa mjög mikla trú á þeim og það stórt klapplið og svo tekur bara raunveruleikin við, Og engin veit hvað hún fer í fangið frekar en síðasta ríkisstjórn. Þú getur fengið fleiri náttúruhamfarir í fangið eða farsóttir eða verkvöll eða guðmá þetta hvað. Þannig að það engin vandi að stjórna í meðvindi, Það mikill vandi að stjórna í mótvindi þegar eru mikil áföll. Það þá sem reynir á fólk. Þannig að fyrirfram myndi ég ekki vera með neina hrakspár. Nei. En það auðveldara að tala en í að komast. En það óneindanlega svona fyrir þau sem eru hægra megin í lífinu á Íslandi, þá var svona, þegar stjórninni var slitið, þá fóru menn að vona að það gæti myndast eftir kosningar svona bara hægri blokk sem myndi fá stjórnarmyndunar umboð. Þá verður að tala Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur, Viðreisn, og það hefði óneindanlega verið tækifæri þar til þess að taka vel til í ríkisútgjöldum og straumlínulaga þetta og gera þjóðfélagið enn betra. Já, ég held að það væri reynda mjög skemmtileg tilraun að gera, að reyna að ná sama hreinni hægri stjórn á Íslandi. Ég bara man ekki eftir því að það var nótt hjá gest. Þá þurfum við auðvitað áttavildi sjálfstæðismenn að rata heim og kjósa á flokkinn og lyfta honum upp. Þannig að ég held að sjálfstæðisflokkurinn vilja ekki vera ríkisstjórn nema með þokkalega góða kosningu. Það er ekki
held ég neitt sóknarfæri í því að fara með 12, 14, 15% sko fylgi inn í ríkisstjórn. Þá eiginlega betra að hvíla sig og gefa öðrum sviðið og fara í heimavinnuna sko. En ef við fengjum svona ríkisstjórn, Miðflokks, Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar, þá held ég að vera hægt að ná alveg ótrúlega mörgum framfaramálum í gegn. En það svo segir, það óneittalega sko holdt sko til þess að brýna sig málefnilega að vera í stjórnarandstöðu eitt kjörtímabil. Alveg klárt. En en manni finnst samt eins og sjálfstæðismenn talið þannig að þeir get ekki hugsað sér að vera fyrir utan ríkisstjórn í nokkuð tíma sko. Já. Þetta nú bara eins og ég sko, ég er Manchester United maður og mér finnst alltaf erfitt að vera ekki í toppbaráttunni. En stundum þarf bara að vinna heimavinna og leggja grunninn á næstu sókn. Þá jafnvel sko, segjum til dæmis að Viðreisn og Samfylking væru að leiða þetta og myndi bjóða Sjálfstæðisflokki með þessum þriðja flokki. Það væri ekkert gott fyrir Sjálfstæðisflokkin að taka slíkt kjörtímabil. Nei, ekki sem aukalegari. Nei. Sjálfstæðisflokkurinn er vanur að vera í forystu og ég held að hrakfærirnar sem við erum að horfa á núna eru út af forystu Katrínar Jakobsdóttur í allan langa tíma. Hún sat uppi með það að vera vinsælsti stjórnmálamaður landsins, miklu vinsælli en flokkurinn sem hún var að stýra og ég held að það sé að hluta til út af misskilningi, það er að segja ég held að almenningur á Íslandi hafi ekki átt að segja á því hversu vinstri sinni Katrín af því að hún hvað ég var að segja, þetta er fluggáfu kona og metnaðargjörn og kemur vel fyrir og allt það, en hún í grunninn harður vinstri maður og vinstri stefna bara ekki, ég veit ekki neitt land sem að blómstrar þannig undir vinstri stefnu að eftir því sé tekið. Tala aðeins það fyrir mig, vinstri stefnu og galla hennar að þínu mati. Já, ég hef verið með svona einfalda skilgreiningu á vinstri og hægri. Í hægri stefnunni þá eru allir þeir sem eru duglegir að vinna og afla sér fjár, eiga sína peninga sjálfir og afhenda ríkinu það sem það þarf til þess að veita okkur þjónustu. Í hinum engjunum vinstra megin þá það þannig að alla tekjur séu einhvern veginn samfélagslega tekjur og ríkið lætur að hafa nóg til þess að lifa af. Og þetta finnst mér að vera svona vinstri og hægri pólitík, svo erum við auðvitað með all litróið þar á milli sem að brenglar þessa mynd. En mér finnst svona í dag þessi vinstri flokka, þetta vinstri flokka samtal snúast það að það sem búið að byggja upp á Íslandi sé nóg. Við þurfum hvorki að virkja meira, brjóta meira land eða með einum hætti nýta okkar auðlindir, að draga úr fiskveiðum og svo framvegis og menn bara átta sig ekki á því hvernig verðmæti verða til. Við þurfum jafnvel ekki meiri hagvöxt. Nei, hagvöxt er að vinnustæma, já. Við þurfum bara að skipta öðruvísi. Þannig að allir séu jafnlankir. Og ég held að það sé ekki leiðin til lífsins sko. Þetta litla samfélag þetta duglega fólk, við erum búin að byggja upp all nokkur fyrirtæki sem skara fram úr á heimsvísu í sínum greinum. Og ef þú ferð á fjölmennt svæði bara eins og Coventry í Englandi eða Leeds eða Leicester, þú finnur ekki svona fyrirtæki þar, hvað þá fjölmörg. Sprottin upp í þessu mannfjölda. Þannig að það segir okkur það að Íslendingar eru duglegir, hugvitsamir, kjarkaðir og láta til sín taka og þegar að svo þá gengur okkur bara býsna vel sko. Og þú varst að tala frelsið fyrir í dag á Facebook-síðunni. Já. Gleymist. Og það eins og þú segir, sko, mörgum finnst þetta að vera einhver svona klísja að tala frelsið. Já. En þetta alvöru mál. Þetta alvöru mál að mínum mati og að þegar maður búin að ferðast við það, sko, bara allan hnöttin, þá hefur maður svona fyrir augunum einhverja fyrirmyndir. Og þú veist, það sama hvort þú ert í Evrópu, Danmörku, Spáni, Bandaríkjunum eða hvar sem að þú lappar inn í matvöruverslanir og þar getur keypt léttvín eða bjór eða magniltöflur eða eitthvað slíkt og þetta bara allt saman til boða fyrir gest og gangandi. Hér á Íslandi erum við fulla vantrausti og þú þarft að fá fólk í hvítum sloppi til þess að afgreiða magniltöflur og þú þarft ríkisstarfsmenn til þess að afgreiða áfengi. Og þetta bara svona pínu lítil dæmi en þetta næri yfir allt. Þannig að það alltaf verið að setja okkur skorður og reglur og minnka athafnasvæði sem við getum spilað á. Og bara eitt lítið dæmi kannski sem svona lýsandi að þegar að eigendur lítilla sósugerðar í Hafnarfirði, Gunnars Majónes, ætluðu að selja félagið sitt og þá var það bara bannað af ríkisstofnun.
og ég veit ekki nema þetta fyrirtæki færi bara í þrot á endanum í staðan fyrir að hafa geta innlist og verðmæti sem búið var að byggja upp í áratugi og þetta einhvern veginn á að gera samfélaginu gott. Þarna eru ríkisstofnanir klálega bara að þvælast fyrir. Já, bara fyrir framþróun. Og þú sagðir eitthvað á öðrum stað að þú lýstir því svona hvað þú myndir gera ef þú fengir að vera einvaldur á Íslandi. Já. Hleypta aðeins yfir það með mig. Ég sá listi hefði orðið miklu lengri sko en já, ég myndi nú auðvitað vilja taka verulega mikið til í opinberum rekstri sko og selja í burtu fullt af einingum, sameina stofnanir og allt það sko. Og ég man nú ekki hennar lista sko, hann var nú bara að skrifa þér upp á 3 mínútum. Það var alltaf Íslandspóstur og RÚV nefndur þú líka. Já, ég vil bara selja þetta allt í burtu, vínbúðuna líka og ég stakk upp á því reynda fyrir 10 árum að vínbúðun er seld á meðan það væri eitthvað verðmæti þar innan hús. Já. Og hún rýrnar í verði núna bara með hverjum degi. Já, þetta eru ekstra milli 40-50 verslanir og það væri bara gaman að það væri til 40-50 vínkaupmenn á Íslandi sem væru hver með sína sérhæfingu og sérfræðingar í einhverjum héruðum eða vínum og svo framvegis. Það myndi bara auka flóruna og ef þú ferð inn í vínbúðir í Bandaríkjunum sko, þá eru þar seldir ostar og og alls konar meðlæti, tilbúni drykkir og tilbúni kokteilar og guðum á þetta hvað sko. Þannig að þetta er bara svona auka mannlífið, það er ekki þannig að drykkja stór aukist við það að úrvalið er betra, fólk bara fer betur með og velur betur og þetta vantraust á að Íslandingar geti sjálfum sér forræði og tekið góðar ákvarðanir finnst mér bara óþolandi sko. Þetta er rosalega skakt að vera með ríkið í sko einhvers konar smásölu verslun á hverju sem það er. Já, við erum að selja nærbuxur í Keflavík, skilur á flugvöllun í búði ríkisins. Þetta er bara stór hlægilegt. Og svo bara svona eins og í atvinnulífinu að það er ekkert langt síðan að því var bætt inn að sko menn sem eru að keyra vörubíla á rútur og annað slíkt þurfa að fara í endurmenntun á 5 ára fresti og þeir sem eru að kenna þeim eru einhverju ungi menn sem hafa aldrei keyrt svona bíla og hafa ekkert vit á þessu og eru að kenna ríkfullorðnu körlum sem eru búin að vera 30 ár sko á vinnumarkaði á svona stórum tækjum. Þetta er bara peningasóun, tímaðisla og vitleysa sko. Nákvæmlega. En RÚV setur við líka á sölulistan. Já. Þú myndir bara vilja sjá það bara engavætt, selt bara til einhverja engaðala og það er engin þörf fyrir þetta fyrirtæki. Það framleiðir fullt af efni. Ríki getur boðið út framleiðslu á þessu efni bara með einföldum hætti með þeim fjármunum sem eru til staðar. Ef þú myndir selja RÚV í burtu að þá í fyrsta lagi fækkar ríkisstarfsmönnum 400 og heimilin í landinu spara sér 6 milljarða í afnotagjöldum sem það getur þá keypt bara af einkamiðlum, hvort sem það var í RÚV eða einhver annar einkamiðl sem myndi fá þá peninga. Og þessar áhyggjur, þú sérð á hverju ári sko koma einhverja tölu frá RÚV, það eru 100 milljónir í tap sko þetta ári, 400 næsta árið og það er alltaf einhverja skýringar, einhverja lífeyrisskuldbindingar og hitt og þetta. Og ég vil bara hætta þessu. Þetta er erfiður biti fyrir þjóðfélagið að kyngja. Við erum búin að normalisera þessa hugmynd svo staðfastlega að ríkið eigi að reka fjölmiðil sem er náttúrulega ekkert eðlileg hugmynd. Nei, hún var eðlilega þegar hún var sett á út af því að það höfðu aðrir ekki burði til að gera þetta 1960 að kaupa tæki og tól og allt sem þurfti og sendavæða allt landið og koma þessum sjónvarpsmerkjum landið og allt það bara eðlilegt. Í dag á þetta ekkert við sko. Ekki að mínum mati sko. Eins og maður segir stundum sko, ef við værum ekki með ríkisútvarp í dag og það myndi einhver stinga upp á því núna að setja slíkt í gang, það er náttúrulega bara hlegið út á borðinu. Gjörsamlega. Og það er dálítið góða mælikvarði á hverju við erum stödd. Nákvæmlega. En og sko með hreinni hægri stjórn þá hefði verið hægt að fá einhverja umræðu eitthvað slíkt en þetta er einhvern veginn alveg borin von. Þetta er borin von sko og held ég og eins og hefur nú verið nefnt hér og víðar að stofnunin auðvitað vill fylgja tíðarandanum og hún bara færis upp á skaftið og eigur framleiðslu á efni og er komin inn í hlaðvarpa framleiðslu og guðum auðvitað hvar þar endar allt saman. Þetta er soldið eins og Ríkisbankinn sem keypti tryggingafélag. Þetta tekur engan enda, stjórnendur þessara fyrirtækja hafa metnað og vilja auðvitað ná langt og gera vel og svo framvegis og það virðist vera sem við pólitíska vald nái bara ekki yfir þessar stofnanir. Já, nákvæmlega. En aftur, sko ef að
náttúrulega ef að Sjálfstæðisflokkurinn verður fyrir utan ríkisstjórn núna þá myndi hann klálega ná að skerpa á þessum málefnalista sínum og kæmi sterkari til leiks en við þurfum náttúrulega að tala um þessa forystu. Sko ef að Sjálfstæðisflokkurinn geldur afhróð núna og verður fyrir utan ríkisstjórn þá verður náttúrulega klálega að krafa innan flokksins um að það verið skipt um forystu. Já, það bara líklegt. Hvað sko, finnst þér þeir sem hafa verið nefndir, að segja Þórdís Kolbrún, Áslaug Arna, Gulli kannski, eru þetta kandidatar sem að myndu sko fylla í fótspor Bjarna og leiða flokkin til hærri metorða? Það er ekki víst. Bjarni Benediktsson er búin að vera núna 21 ár á þingi og 15 ár formaður Sjálfstæðisflokksins. Það er mjög langur tími. Það tala allir um hann sem yfirbara mann í íslensku stjórnmálum og ég held að það sé með til sannsvega að færa. Ég hugsa að þessi langi tími sé búin að taka sinn toll af honum og hans störfum. Hvað tekur við er svolítið erfitt að átta sig á. Sko. Ég væri þeirra skoðunar að það væri mjög gott að fá nýtt blóð. Og vandinn er kannski sá að fólk sem að lætur hafa sig í stjórnmálin og ég tek það fram að það er mikið eftirspurn alltaf eftir endurnýjun í stjórnmálunum. Í hverjum kosningum öskra íslenski kjósendur á það þarf að endurnýja, það þarf að fá nýtt fólk. Svo kemur nýtt fólk, prýðilegt fólk og svona ári eftir að það er kjörið, þá er þetta allt orðið vonlaust og ómögulegt fólk og það þarf að fá nýtt fólk. Já. Þannig að sko, það er kannski ekki hægt að skipta um kjósendur, en ég held að þurfum svolítið að skipta um hugafar. Sko. Fólk sem er að fórna sér í stjórnmál, eyða ævi sinni í það. Já. Það þarf að fá eitthvað respekt og það þarf að fá eitthvað tíma og það þarf að dæma það einhverjum árum liðnum, en ekki bara daginn eftir að var kjörið. Og þegar ég er ungur maður, þá allavega í minningunni, þetta getur verið rangt hjá mér, en í minningunni er það þannig að á Alþingi voru auðvitað mun færri þingmenn, en þetta voru svona héraðshöfðingjar sem kom úr sveitunum, þetta á forystufólk í sínu sveitafélögum og þetta var svona, hér í Reykjavík, þetta voru auðvitað borgarstjórar, yfirlega ráðherrar og svo framvegis. Þetta var svona forystufólk, svona bara í skilningi þess sem við leggjum í forystufólk á breiðum grundvelli og það var mikil þungi í þinginu og þegar fólk tjáði sig þá var hlustað. Þetta finnst mér ekki vera staðinn í dag. Nákvæmlega. Mér finnst vera allt of mikið léttvíkt, allt of mikil svona bara stundar hagsmunir, greipnir á lofti, niðuristarfsemi, afturhald, svona níð og nag í garð annara stjórnmálamanna og ekkert af þessu gagnlegt í þjóðina. Og menn jafnvel bara á sokkalistunum þeir eru í þessu og nægi. Tala nú ekki um það sko og vilja svo að sé borið virðing fyrir þeim sko. Þannig að ég held að þurfi nú dálítið að hvað ég var að segja það þarf að ná virðingu Alþingis aftur upp og það er svolítið erfitt verkefni. Það er rosalega erfitt verkefni en gerist ekki nema með verkum Alþingismanna. Þannig að þess vegna segi ég það ef að Píratar og Vinstri grænir dett út þá held ég að umræðu hefðin batni og það verið minna svona upplaup og kapplaup allt og ekki neitt og það verið meiri þungi og alvari í umræðinu þannig að það sé hægt að bera virðingu fyrir þessu fólki að því að þó að ég sé að styðja Sjálfstæðisflokkinn þá er það fyrst og fremst út af hugsjónum flokksins en ég hef oft kosið aðra flokka þegar ég var yngri maður og ég var þess mikill fylgjast maður Halldórs Ásgrímssonar þegar ég var yngri fannst hann vera svona kletturinn í hafinu eins og var nú ekkert hérna auglýst og þannig að mér fannst svona menn sem að höfðu alvöru lífsins svolítið fyrir fram að sig og voru að taka góðar ákvarðanir þeir heilluðu mig en fólk sem er svona í upphlaupapólitík það heilla mikið neitt sko mér finnst við verið alltaf mikið búin að vera í því. En við myndum bara reyna að sjá fyrir okkur til dæmis ef það hefur farið inn í þessa kosningabaráttu með sko sem að varaformaðurinn hefði stigið upp og það verið Þórdís Kolbrún sem væri núna að leiða flokkin. Ég er ekki viss um að flokkurum væri að gera mikið betur í skoðanakönnunum með bara mannesku sem er þarna í fórustunni fyrir. Já. En ef við til dæmis myndi bara nefna bara eitthvað nafn út í loftið verðum að sjá fyrir okkur segjum að Halldór Benjamin Þorbergsson væri orðin formaður flokksins. Ég held að ég geti sagt með 100% vissu að flokkurum væri að fljúga talsvert hærra
á þessum tímapunkti ef að svo hefði verið. Ertu sammála? Hann hefur oft verið nefndur sko Mhm. og maður getur ekki óskan einu þess að fara út í þessi stjórnmál en En við erum að sjá fyrir okkur bara ef að slíkur maður væri þarna núna. Ég held að fylgið væri á betri stað. hugsanlega en þá þurfti líka að fylgja því allt önnur og skýrari skilaboð heldur við erum að sjá núna. Klálega. Mér finnst Sjálfstæðisflokkurinn vera kannski með of marga bolta á lofti og ekki tala nógu skýrt og ekki gleyma því sko Þórdís Kolbrún á hellinga fylgi í flokknum, Áslaug Arna á það líka og Gulli líka með mikið fylgi, þannig það er ekki einfalt fyrir einhvern outsider að koma inn og alltaf bara taka völdin. Nei. Það þarf einhvern veginn að finna einhver aðferðafræði í þessu sem gagnast. Landsfundur hefur oft leitt þetta fram niðurstöðu, það hefur ekki alltaf verið sjálfkjörið á landsfundi og ef ég man rétt þá er Bjarni búin að fá 4 eða 5 mótframboð þannig hann hefur ekki alltaf verið óumdeildur síður en svo, en alltaf haft betur þannig að sá sem allir að verða formari í Sjálfstæðisflokknum hann þarf að hafa mikið fyrir því og það verður ekki að pikka bara einhvern út í bæ og halda að það muni allir kjósa. En hver er þín tilfinning? Heldur að flokknum myndi reiða betur af með einhvern utanakomandi eða með einhvern úr þessari forystu? Sko það auðvelda í þessu að horfa til þess að Bjarni Benediktsson að mælast iðulega óvinsælasti ráðherrann og óvinsælasti stjórnmálamaðurinn að ósetju að mínum mati, að því ég þekki manni vel. Þannig að það er mjög auðvelt að gera þá skiptingu að skipta út formanninum og vonast eftir betra veðri en á endanum það verkin sem að held ég skipta öllu máli. Þannig að ég vil ekki Sjálfstæðisflokkurinn verði flokkur populista ef við erum með óvinsælan formann eins og þegar Davíð var óvinsæll. Hann var samt að taka góðar ákvarðanir og hann var alltaf að berjast fyrir hagsmunum þjóðarinnar og ég held að Bjarni hafi verið þar líka. Hann hefur ekki haft sama styrk og Davíð hafði í sínu þingliði. Þannig að ég held að árangurinn hefði verið betri ef að Sjálfstæðisflokkurinn hefði verið stærri. Þannig að það er ekki sjálfgefið að vinsæli stjórnmálamenn á árangri. Við erum með vígvöllin fullan af föllnum fóringjum. Nákvæmlega. Ekki Sjálfstæðismenn heldur í öðrum flokkum. Já, nákvæmlega. Og ég held að stuðningsmenn kjósendur Sjálfstæðisflokksins séu allir á því einhvern veginn að Bjarni hafi ekki fengið almennilega þetta tækifæri sem að menn eru að bíða eftir, til þess að leiða ríkisstjórn í heilt kjörtímabil til dæmis. Já. Og þess vegna eru menn ekki tilbúin til að stökkva á það að þurfa að skipta honum út en það er einhvern veginn orðið svona óhugsandi sérstaklega ef að kosningarna fara eins og það líti út núna að hann geti haldið áfram. Ég held að hann myndi ekki vilja það sko. Nei. Ef hann leiði flokkin í gegnum mikinn kosninga ósigur, þekkjandi mannin, þá er bara keppnisskapið í honum þannig að hann mun bara þakka fyrir sig og kveða til annar starfa. Það er mitt mat. Og engin heimsendir í því sko. Þannig að hann er búin að standa lengi á sviðinu og búin að gera mikið gagn og goldi fyrir það dýru verði. Ég held að engin íslensku stjórnmálamaður í Íslands sögunni hafi fengið á sig fleiri nýðskrif og nýðgreinar, bæði blöðum, fjölmiðlum og bloggsíðum. Þannig að fólk einhvern veginn elskar að hata Bjarna og þeir sem það er sérstaklega náttúrulega andstæðingar flokksins er ég að tala um og það er endalaust að tala um spillingu og teflonhúð en þetta er nú allt voðalega þunnt samt. Já, allir þeir sem hata Bjarna hafa aldrei hitt hann og aldrei kynst honum. Ég þekki engan sem hefur unnið með honum sem að bera honum öðru sem góða söguna og það er ekkit langt síðan að eitt ráðherra ríkisstjórnin úr öðrum flokki sagði mér í löngu máli hvað verið gott að vinna með honum og hvað samstarfið hafi verið farsælt og svo framvegis. Þannig ég held að það séu eftirmælin sem að fær úr sinni starfsstétt en svo er spurning hvernig hann lítur út í augum almenning sko. Já, og nú líka fyrirverandi formaður Samfylkingarinnar, hún nefndi að símtal frá Bjarna Ben þegar að henni, þegar hún lá flöt eftir slæmt gengi kosningum, hefði verið svona lýst hans innri manni pepp símtal frá Bjarna Ben og þeim tímapunkti. Þetta er svona fólk sem að þekkjar hann ekki, getur ekki ímyndað sér þessa hlið á honum en þeir sem þekkja hann tala allir um þetta. Já, þetta er bara lýsandi fyrir mannin eins og ég þekki hann.
ef maður langt niðri og maður hringir í hann, þá maður allur hressari þegar símtalinn lokið. Það bara þannig. Já. En hvað, eru þetta margir óákveðnir og svona, hverju spáir þú? Hvernig heldur þú að, í hvaða prósentu tölu lendir Sjálfstæðisflokkurinn núna á laugardaginn næsta? Já, ég nú ekki stjörnuspekingur eins og vinsælt að spyrja núna hvernig þetta fara allt saman. Ég að vonast eftir því að Sjálfstæðisflokkurinn nái sér upp í svona 20% atkvæði og ef að það gerist þá ég sáttur. Það enga mælingar að sýna það núna. Ég held að svona eitthvað spálíkun að spá honum 16-17% eitthvað svoleiðis sem ég teldi vera afleita niðurstöðu. En sama hvernig þetta fer sko, þá mun landinu vegna áfram vel sko. Ég á því sko, því að hráefnið gott. En ég vilja sjá Sjálfstæðisflokkinn fá svona 20%. En ef að Viðreisn og Samfylking færu þarna leiða stjórn og færu þá náttúrulega eðlilega að tala Evrópusambandið. Já. Og væru þá náttúrulega með þingstyrk til þess að í raun og veru hefja þá vegferð. Fengju eitthvað lítinn flokk með sér sem að þorði ekki að hreyfa við andmælum. Já. Hvað finnst þér það? Ef við færum að í þá vegferð að stefna á Evrópusambandið? Það verður nú cirka bát að versta sem við getum gert. Það er mín skoðun. Og það er líka búið að ljúga að þjóðinni að það sé hægt að semja við Evrópusambandið það hvernig þú gengur inn. Evrópusambandið eru bara fullgild 28 ríki og Lissabon-sáttmálinn segir nákvæmlega fyrir það hvernig ný ríki geta komið inn í Evrópusambandið. Þannig að það þarf engar samningaviðræður það. Það er eingöngu samið það á hvaða tíma Ísland getur verið búið að uppfylla öllu skilyrði og reglur sem Evrópusambandið setur. Þannig að þessi svona kíkja í pakkan strategía er bara lygi. Þannig ég held sé mjög mikilvægt að leiðrétta það strax. Af því að það er svo auðvelt að segja án ábyrgðar kíkjum bara í pakkan og fellum svo bara samningin. Það er ekki stjórnmál. Og ég veit að Bjarni hefur sagt það oft á tíðum að það er ekki hægt að fara út í svona ferli nema það sem ekki meiri hluti á þinginu fyrir svona ferðalagi og sé meiri hluti hjá þjóðinni. Þannig ég held að það séu mörg önnur verkefni í brýnni og mér finnst Kristrún tala þannig af skynsemi að það séu mörg önnur verkefni í brýnni heldur hún að fara í þetta verkefni þegar þetta mun taka yfir alla stjórnsýslu landsins á meðan á þessu stendur, alla stofnanir. Þannig að ég held að við þurfum fyrst og fremst bara að vera duglega að laga til í garðinum heima hjá okkur. Halda áfram að yrkja akurinn, lækka skuldir ríkisins, einfalda regluverkið, selja ríkisfyrirtæki og halda áfram að skapa aðstæður hér til þess að allir geta haft það gott. Sko. Og þú svona sem rekstrarmaður með þitt fyrirtæki, þú sér ekki fyrir þér að fyrirtækjunum í landinu veri betur borgið með stöðuga evru og geta gert upp í evrum og geta svona séð lengra fram í framtíðina heldur en við gerum með krónunni? Sko, nú höfum við bara unnið með krónuna í allan þennan tíma, sko. Og ég sé hvað kollega mínir erlendis að glíma við. Þeir eru ekki að glíma við óstöðuðan gjaldmiðil. Þeir eru að glíma við óstöðuðan vinnumarkað og samdrátt og núna í Evrópu til dæmis í kringum bílageiran sem ég þekki vel, þá eru ekkert nema gríðarlegar uppsagnir og samdráttur og svo framvegis framundan. Það sem á endanum skiptir máli er bara þau verðmæti sem við búum til hérna í samfélaginu. Hvort við skiptum í krónur, dollara eða evrur er algjört aukaatriði. Og þessi umræða það að eitthvað fyrirtæki sé að græða við að gera upp í evrum er líka algjört della og bara legasaga. Ef þú skiptir krónum í evrum þá hefur ekkert gerst, það hefur engin verðmæti breyst. Ég get tekið ársreikningin á Kemi og skipta honum öllum í evrur og hann sýnir nákvæmlega sömu niðurstöðu. Á endanum bara skiptir máli hvað búum við til af peningum í þessu samfélagi gegnum útflutning og þjónustutekjur og svo framvegis. Og það er það sem verður til skiptana. Alveg sama í hvaða gjaldmiðlið það er. Jújú, það er auðveldara að vera með gjaldmiðlið sem hreyfist lítið. En það er bara þá einu verkefni skipt út fyrir annað. Því í staðinn færði eitthvað annað sem á þetta glíma við í staðinn. Eins og vinnumarkað og svo framvegis. Menn gleyma því að kaupmáttur á evrosvæðinu er miklu minni en á Íslandi. Og menn gleyma því að hagvöxtur er miklu minni en á Íslandi. Og akkur er að meiri hér, það er út af dýnamíkinni sem er í samfélaginu. Og það er út af þeirri staðreynd þegar okkur gengur illa, þá lækkum við krónuna, náum vopnum okkar, förum að sækja, núna er krónan að styrkjast, sennilega of mikið
og það er mikið innflæði erlendu gjaldeyrir og það styrkir krónuna, Seðlabankinn núna í vörn fyrir það að reyna að sjá til þess að styrkist ekki á mikið. Þetta allt bara verkefni, sko. Það verða engir nýju peningar til við að skipta gjaldmiðil. Hvað þarf þess að halda við þessari hagsæld og þessum vexti og þessari stöðu sem að Ísland hefur í alþjóðasamfélaginu sem mesta velsælda ríki heims? Í mínum huga er þetta ekki mjög flókið. Við þurfum að halda áfram að stór auka orkuöflun. Við þurfum að eiga hér græna orku á lager. Þannig að fyrirtæki hvort sem þau eru í ylrækt eða námugreftri eða tölvuvinnslu eða hverju geti gengið að þessum vísu og það sé hægt að stækka á Íslandi og vera hér með arðsama starfsemi. Mesta gróða fyrirtæki Íslandssögunar er Landsvirkjun sem er orðið minnst ákosti 1000 milljarða virði ef ekki meira samkvæmt útrenningum. Og við þurfum að halda áfram að mennta þjóðina. Það virðist nú vera eitthvað misbrestur á því, hvernig okkur gengur í því. Og við þurfum að halda áfram að deila kjörum. Ég er ekki aðdáandi þess að menn geti verið hér með mörg hundruð milljónir í launatekjur á ári. Það getur enginn kannski skammast yfir fjármagnstekjum sem menn hafa aflað kannski yfir 30-40 ára starfsæfi og selja alla sínar eigur. En við þurfum að deila kjörum í launakjörum og það þarf að tryggja það að Íslands launafólk fái skerfa þeirri hagsæld sem að verður hér til og við erum sem betur fer með að mínum að þetta er svona ekki alla en flesta fulltrúa launafólks skynsama í þessu að skipta því sem til er og vera ekki að reyna að búa til verðmæti sem að gufa svo bara upp í verðbólgu. Hluti af verðbólgunni sem við erum að reyna að berja niður núna er vegna þess að þar síðustu kjarasamninga voru of bólgnir. Við fórum aðeins og geist í það. En lykillinn að hagsæld er bara að halda áfram að afla meiri tekna og passa fiskimiðun okkar, halda áfram að bjóða til okkar ferðamönnum og svo framvegis. Þetta er ekki mjög flókin vísindi. Fleiri vatnsaflsvirkjanir? Fleiri vatnsaflsvirkjanir, fleiri jarðvarmavirkjanir, halda áfram að byggja upp í ferðaþjónustunni því að þar eru auðvitað að deila kjörum. Ég man þá tíð þegar maður keyrði sveitir landsins, ég fór nú hringveginn í hverjum einasta mánuði. Og það var bara grísið og hittir á afskiptum stöðum á einhvern stað þar sem eitthvað skist. Núna eru bara háklassa hótel í hverjum einasta fjórðungi og fleiri en 1 og fleiri en 2 og afþreying og alls konar lífsgæði sem að nýtast fólkinu í heimabyggð ekki síður en ferðamönnum. Og við höfum að halda áfram á þessari braut. Ég heldur séum búin að gera flest allt rétt á síðustu 25-30 árum. Nákvæmlega. Þannig við höfum að gera bara meira af því sama. Nákvæmlega. Það er gaman að spjalla við svona jákvæða og bjartsýna menn og þetta verður mjög spennandi vika. Þetta er náttúrulega núna á næstu dögum, það getur rosalega mikið hreyfst og hvernig stjórnmálamennir koma sínu til skila skiptir öllu máli. Já. Það sem skiptir öllu máli er að fólk hafi trú á framtíðinni, sko. Af því að þó að stjórnmálamenn séu áhrifamiklir, það ráða ekki öllu, sko. Það er fólki í landinu sem ræður öllu. Og ef fólki í landinu trúar á framtíðina, þá mun okkur vegna vel, sko. Þetta eru frábær lokaorð. Hermann Guðmundsson, framkvæmdastjóri. Ég þakka þér kærlega fyrir komuna og gangið þér allt í haginn. Takk fyrir mig.